Ok, þá langum við fyrst aðeins að minnast á það að það eru komið verkefni 3 og 4. Ok, sorry. Já, það eru komið verkefni 3 og 4 undir verkefni. Verkefni 3 er músíkverkefni. Og það eru bara þessi 6 dæmi sem við þurfum að gera. Þetta eru svona töluvert praktískari verkefni en því að hafa gert áður. Það er hérna, já, þeir að tala við svona alls konar vefþjónustur, möndla í svona CSV segi ég, og svo þurfum við að nota regex. Akkurat, takk. Það er reyndar hægt að komast hjá því að nota regex en augljóslega notið regex. Svona eins og að, þú veist, geta nota Ferrariinn sinn en þú veist, velja frekar möstuna sína. Já, og svo þurfum við að geta passað XML og eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt. Þannig að við ætlum að fara í þetta í þessari viku. Svo er hérna verkefni 4. Það er rosalega langur texti, svo ég veit mikið. Rosalega langur texti um það. En þetta er rosalega skemmtilegt verkefni. Þetta er inspired by true story. Þetta er eitthvað dót sem ég þurfti að gera eitthvað. Þannig að ég ákvað að láta ykkur gera það líka. En já, þetta verkefni snýst um það að við fáum svona gefin download folder frá ónefndum aðila. Þið fáum sem engar bíómyndir eða þætti, sorry. Þetta er allt bara, þú veist, textaskrár sem að heita það sama og einhverja bíómyndaskrár. Og þegar þið reyna að flokka það niður, til dæmis, að búa til skrifti annarkvort sko sem að á einhverju svona, ok, ég myndi okkur einföldu útgána, hún tekur við einhverju skriftu sem tekur við kannski nafni á þætti og hugsanlega einhverju svona alias á þættin, þú veist, eins og tók dæmum hérna Big Bang Theory og það getur verið svona aliasa sem TBBT sem við gerðum eitthvað hann gert. Og þessi skrifta lappar þau gegnum allan download folderinn okkar og leitar að öllum svona þáttum af Big Bang Theory og færir hann í einhverja nýja möppu þar sem er búið að flokka þætti eftir season líka. Þannig að hann les titilinn á þættinum og áttar sig, ok, þessi þáttur eru í season 4, þannig ég ætla að setja inn í möppuna The Big Bang Theory og undir möppuna það er season 4 og kópin hann þangað. Alright, og svo getur verið svona auka fítusar að þurfu ekki alltaf að segja þú veist, þetta er þættinni mínir og þetta eru alias en þeir heldur bara eiga það allt saman í skrá og þá getur bara keyrt skriftin einu sinni eða svona keyrt skriftin og reglum svona með reglum millibili og þá raðar hann hlutunum á rétta staði. Til leið, þetta er náttúrulega streaming kynslaðan þannig að þið þekkið þetta ekki. En já, þannig að 2 nýju verkefni þau eru ógeðslega skemmtileg, ég lofa. En það sem við ætlum að tala um í dag hvorki meira en minna en módjúl sem að heitir RE sem að, já, þetta þeir sem eru hérna heima vita, nei, þeir í stofunni segi, vita hvað það er stendur fyrir Regular Expressions. Við skulum ekki gera þetta hér, við skulum sækja nýjasta regex. Ok, hverjir kannastu Regular Expressions? Það eru 2 sem segjast en ég held að það hafa aðeins fleiri fengið exposure. En þið? Nei, ok. Þetta verður crash course fyrir ykkur, sorry. Ok, hvað eru, skulum þá byrja því, hvað eru Regular Expressions? Regular Expressions eru fyrirbæri til þess að leita að mynstri í texta. Já, þannig að
með þessu RE koma tvö föll, annars vegar Surge og hins vegar Match. Nei, ég veit, hvað var hitt? Surge og af hverju gleymi ég hlutum? Jú, Match, já, rétt með. Annars var Surge og Match. Það er alveg sára lítill munur á þessum föllum, en ég fer í hann. En tölum aðeins hvað er regular expression? Sko, einföldustu tegundirnar af mynstrum sem getur búið til með regular expressions eru bara bókstafir og sum tákn, eiginlega öll tákn nema ákveðin undanskilin tákn. Þannig að þetta hérna, þessi strengur hérna, Hjalti, er regular expression. Og ég get sagt hérna RE.match Hjalti og svo get ég sagt Hjalti 1, 2, 3 og það skila mér einhverjum match objekti og hann verður að segja mér aðeins mér, ok, þetta er eitthvað nýtt í Python, hann segir mér að segja aðeins mér það, hann spannar frá stöfum 0 og upp að staf 6 og matchið sjálft er Hjalti. Þannig að ég ætla að kalla hérna M, það sem ég fekk út, skoðum aðeins M, til þess að fá þess að matchið sjálft, það sem matchaði, sem við vitum náttúrulega, því að regex var Hjalti, þá veit ég að ef að matchið er til yfir höfu, þá lítur matchið að vera Hjalti, þá segi ég m.group og þá fæ ég Hjalti. Og ef ég vil vita hvað það byrjaði, þá er það m.pause og svo er það held ég m. Nei, hvað var það aftur? Nei, er það start? X, það er annað. Og já, end. Þetta eru föllin sem að segja okkur hvar regexin matchaði strengnum. Ok, þannig að basically það sem að þetta fall gerði var að það leitaði að Hjalti í strengnum. Ef að ég hefði sett eitthvað hérna undan, þá hefði ekkert gerst. Þá skilar hann ekki neinu. Og sjá, það skilar none. Og match skilar none ef að það finnur ekki neitt. Þess vegna getum við sagt hérna if match eitthvað bla, þá gerum við eitthvað annað, þá erum við bara að tjekka þannig þetta í strengnum. Við þurfum ekki endilega að nýta okkur þetta match-stót, þetta match-objekt alltaf. En af hverju gera hann þetta? Af hverju fann hann þetta ekki? Já, af því að einu munurinn á match og search er sá að search leitar í allstæðri strengnum en match byrjar á að leita fremst í strengnum. En ef ég hefði sagt hérna search, þá hefði hann skilað með match. Það byrjar í sæti 3, 0, 1, 2, 3 og hættir þegar við komin upp að sæti 9, sem er hér. Ok, þú vil sammála þessu? Ég sáttu við þetta. Þá er það, þannig að match og search, maður notar yfirleitt bara search, en það fyrir náttúrulega allt eftir því hvað það þurfið að gera. What? Þetta er nýtt. Þetta hefði ég viljað. Já, akkurat, new version 3.4. Já, þetta er einmitt það sem að mig vantaði að gefa mikið í regex-verkefninu í verkefnalausnum, er akkurat þetta fall sem var ekki til. En já, þá er það já, þeir karakterar sem eru ekki spesial í samkvæmt regex, þeir bara matcha sjálfan sig. Þannig að eins og við sáum hérna, Hjalti matcha Hjalti, ef þið leitað 1, 2, 3, þá hefði ég fundið það. Svo er þetta líka til annað
fyrirbæri sem ég kannski fyrir betur á ef ég hef sagt RF find all 1, 2, 3 og þessi hérna strengur. Hann skila mér þess að báðum. Og ef ég hef sagt hérna list RF find hitter, þetta hérna, hann gert eiginlega alveg það sama nema hann hefði skilað mér match objektum fyrir alla. Hérna sjáum við að ég finn fyrsta 1, 2, 3 hérna í sæti 0 upp í 3 og svo annan frá sæti 9 upp í 12. En þá er allt í lagi. Þið að ekki sér ekki. Er þetta ennþá allt í lagi? Nei, þú veist. Er þetta á hratt? Nei, ok. Alright, þá er það þessi spes syntax. Það er náttúrulega nokkrir sérstakir svona karakterar í regex sem að gera það öflugt, af því að þú veist regex að leita bara strengjum, þau áttuðu okkur á því er náttúrulega, ég hefði getið notað inn fyrir flest hérna. Eða og find líka, ég hefði getið notað hérna punktur find 1, 2, 3 og þá hefði ég fengið líka 0 og svo framvegis, þannig að þetta er ekkert sérstakt svona það sem við erum búin að gera hingað til með regex, en núna fyrir við að sjá hvað regex er öflugt. Það fyrsta sem við kannski skoðum er punkturinn, skoðum þetta bara í svona cirka í þessari röð hérna. Punkturinn í regex táknar hvaða karakter sem er nema newline, en þeir geti stilt regexið þannig að hann matchi líka newline. Þannig að hvað þýðir þetta? Ef við skoðum hérna match, ef við segjum hérna h punktur i, þá getum við skoðað, já, match, ekki match, heldur við alltaf sko, search. Svo hann matchar, jú, hann matchar aftur Hjalti, en ef við hefum breytt strengnum og sagt hérna Hjatti, eitthvað leiðist, þá hann matchar það líka. Og hann basically matchar hvað sem er hérna milli h og i, svo lengi sem það eru akkurat 4 stafir. Ef við setjum minni en 4 stafir, eins og Hatti, þá matchar hann ekki neitt, af því ég segi þetta verður að vera nákvæmlega 4 stafir. En ef ég set ykkur 4 tákn á milli, þú veist, það getur verið h, spurningamerki, upphrópunarmerki, einingamerki, eð i, þá matchar hann það. Þannig að punkturinn matchar bara hvaða karakter sem er. Já, nema reyndar eins og stóð þarna newline. En ef ég segi hérna staðið fyrir spurningamerki setja newline, þá matchar hann ekki. En ef ég sett tab til dæmis, þá hann matchar það. Já, hattur og dollari, annarkvort matchar hann sko upphafinn á streng, þetta er ástæðan fyrir að maður notar alltaf search, þegar ef við viljum að hluturinn sé fremst í strengnum, þá notar maður bara hattinn. Og dollarinn matchar, þannig að hattur segir þetta er byrjunin á strengnum og dollarinn segir þetta er endurinn á strengnum. Þannig að ef ég myndi reyna að matcha hérna aftur, já, bara h punktur i, ef ég myndi setja hérna hattinn fremst, þá matchar hann ekki.
Ef ég set hattinn fremst þá matchar hann ekki. Ekki nema ég breyti strengnum þannig að háið sé virkilega fremst. Þá matchar hann það. En sjáðu að hattur og dollari ekki hluti af matchinu. Við fáum ekki neitt. Þetta er einu af þessum skrýtnu táknum í regex sem matcha tómastrengi. Það verður ekki hluti af matchinu. Þú sjáðu að þetta hérna matchaði fyrsta punktinn, tapið matchaði fyrsta punktinn, upphrópunarmerkin matchaði annan punktinn, skástriki þriðja punktinn, eðið fjórða punktinn og svo háið eðið matchaði sjálft sig, en það er engin strengur sem er hluti af þessum hatti. Hatturinn bara er svona positional sem segir til það að þetta verður að vera byrjun á strengnum. Það er enda hægt að stilla. Já, þá skiptir það engu máli. Ef ég set hatt, nei, þetta er ekki sem ég ætla að gera. Ef ég vil leita að bókstaflega hatti í streng, þá er ég að escapea hatt. Og það er svona, þegar við erum að vinna með regex, notum við yfirleitt alltaf raw strengi. Þá setjum ég yfirleitt hérna R hérna undan og þá matcha ég sem sagt ekki þetta. Ef ég set hatt í strengi minn, þá matcha hann það. Þannig að ef við ætlum að matcha einhver af þessum sérstöku karakterum í regexinu, þá þurfum við að setja bara öfugt skástrík á undan. Já, það er hægt að stilla hattinn og dollarna þannig að þeir matchi byrjun og enda á línu. Það er mjög þægilegt. Það er svona eins og Linux-forrit gera. Regex er rosalega mikið notið í Linux-forritum eins og set og grep og öllu þessu dóti og það er mitt matchar hatturinn og dollarinn byrjun og enda á línu. Þannig að það virkar allt sko á línu per línu basa. En það er svona eitt sem við sjáum hérna er að það er mjög erfitt ef við ætlum alltaf að vita nákvæmlega hvað hérna er mikið á milli einhvers. Ef við segjum hérna, já ok, mér langar rosalega mikið að fá allt sem er innan einhvers hotklóa. Þannig að við erum einhvern streng sem er hérna og svo kemur hotklófið sem inniheldur í eitthvað og svo kemur aftur eitthvað meira á eftir. Já, úps. Hotklóður eru sérstakir reyndar í regex, þannig að ég þarf að matcha svona. Ef ekki nota kannastlösi Já, alltaf leið, notum hotklóð. Já, þannig að hotklóð eru sérstaklega þess vegna þurfti ég að setja skástrík á milli þeirra, en ef mér langar að matcha, finna allt sem er innan hotklóða, þá þurf ég að vita nákvæmlega hvað eru margir, 4 stafir í. Þá fæ ég matchaði þetta. Þetta er ekki mjög praktist í hinum harða heimi. Við viljum segjum sem svo við viljum finna allt sem er innan hotklóða, sama hversu langt það er. Sama hvort það er engin stafur eða allt upp í bara eins margir stafur okkur eftir í huga hafa. Þá koma svona quantifierar til sögunar. Það er til stjarna og svo er til plus og svo er enda til spurningamerki og svo eru til svona spurningamerkjaðar útgáfur af öllum. Þannig að þetta er stjarna plus spurningamerki og svo er til, variation þar sem við setjum spurningamerki fyrir aftan. Stjarnan þýðir matchaðu R-eðu sem eru undan 0 sinnum eða oftar. Þetta er eitthvað sem við notum rosalega oft og hérna sjáum við eitthvað sem við munum nota, við komum til að nota rosalega oft. Það er punktur þýðir hvaða stafur sem er og við viljum segja hvað sem er af hvaða lengd sem er, það er að segja hvaða stafur sem er eins oft og við viljum, þá getum við sagt hérna punktur stjarna. Þetta er mjög algengt í regex. Segja, ég vil alveg sama hvaða stafur er en hann má koma 0 sinnum eða oftar fyrir. Og þá matchar hann þetta við. Svarið við því er nei. Já, þannig að nú skiptir engu máli. Sama hvort að við erum með tóma hotklóðan, það matchar það, munið að því að punktur stjarnan þýðir 0 sinnum eða oftar, þannig að þá bara matchar hann punktin 0 sinnum. Og við getum haft ógeðslega mikið að dráta inn í hotklóðanum og hann matchar það samt.
En ein hættan, já, ef við skulum taka plúsin fyrst, áður en við förum í þetta hérna. Plúsin er eiginlega alveg eins og stjarnan, nema að hann segir matchaðu einu sinni eða oftar, ekki 0 sinnum eða oftar. Þannig að það verður að vera einu sinni. Þannig að þetta rauninni segir, þetta hérna Reykjavík segir ég vil fá ekki tóma hotklóan. Það er að segja ég vil fá eitthvað dót innan hotklóa og það verður að vera eitthvað inn í hann. Þannig að þetta matchar til dæmis, Þannig að ef ég breyti bara plúsnum hérna með langa hotklóan, þá kemur þetta allt saman eins. En ef ég hendi öllu út úr hotklóanum, þá kemur ekki neitt. Af því að það verður að vera eitthvað á milli hotklóan. Spurningamerki er eiginlega alltaf öðruvísi. Spurningamerki segir 0 sinnum eða einu sinni. Þannig að við ætlum til dæmis að við erum að fara að leita að einhverjum integer í hérna streng. Þá er ekki mann að kenna ykkur það, en það getur við sagt, ok, hann search er ekki skrifað svona. Það er hérna þess að tákna allar tölunar frá 0 upp í 9, þá er það gert svona. Förum í það samt eftir, þannig að ef ég leita integer þá er ég að biðja einhverja tölu einu sinni eða oftar og það er hugsanlega mínus fyrir framan, en það þarf ekki að vera. Þannig að ég get sagt mínus og svo spurningamerki fyrir aftan. Þetta hérna 0 til 9 tákna bara tölunar frá 0 upp í 9. Þetta býr til það sem heitir set, förum í það eftir smá. En það sem ég er aðalega að fara í hérna er spurningamerki. Þannig að hérna ef við segjum, einhver tala, þá matchar hann hana. Og líka við segjum mínus einhver tala, þá matchar hann hana. Þannig að mínusinn framan við getum hugsað að hann er optional. En ef við reynum að setja 2 mínusa, þá matchar það ekki. Já, ekki nema, segjum hérna. Þetta er fænt, nei. Full match, já, takk. Það ger ég, já, hann plús hann með því, hann matchar hann ekki. Já, eitt sem við erum samt að passa okkur rosalega mikið á með þessa frændur okkar hérna stjörnuna og plúsin er svo að ok, þetta virkar alltaf ágætlega, en það sem að þeir eru er að þeir eru svolítið gráður. Eða það er að segja, já, þetta er það sem heita greedy operatorar, sem þýðir að ef við segjum hérna punktustjarna, þá segjum við, erum við basically að segja þetta regex, matchaði eins mikið og mögulegt er. Þannig að þetta hérna regex, það segir, ok, ég ætla að finna hérna open hotklóa, svo ætla ég bara að matcha hvað sem er, þangað til ég finn hotklóa, en það verður eins mikið við get mögulega matcha. Það er að segja, ef ég finn eitthvað match fyrst, þá hætti ég ekki þar, held ég áfram til ég finn síðasta sem ég get mögulega nota. Sem þýðir það, ef ég hef annan hotklóa hér, jafnvel bara, ef ég segjum ég hafi bara hotklóa lokast hérna, þá matchar hann alveg upp að honum. Og þetta er oft það sem við viljum ekki, og já, hann náttúrulega skiptir ekki máli ef við höfum opinn og lokaðan hotklóa, þá matchar hann með. Þetta var sí, nei, slöfu sí með þetta. Ef við viljum, en við getum breytt þessum hérna operatorum, þessum quantifierum, stjörnun og plúsin, í það sem heitir non-greedy. Og þá matcha hann eins lítið og þau geta mögulega tekið. Það sem ímist í ökla eða eira. Og það er útgáfan með hérna spurningamerki fyrir aftan. Þannig að ef við sjáum plús spurningamerki eða stjarnarspurningamerki, þá þýðir það að þetta er non-greedy útgáfan af plús og stjörnum. Og núna matchar hann
bara ABCD. Þannig að ef við erum með einhverja setningu, það er fullt af einhverjum svona hotklófum sem innihalda eitthvað dót, þeir eru hugsanlega tómir. Ef við segjum hérna punktur stjarna og segjum find all sem að leitar að öllum, ef það er spurningamerki eftir því þá finnur hann bara hvern og einn sviga. Ef að við setjum ekki spurningamerki þá finnur hann bara eitt stykki, bara frá fyrsta hotklófi upp að síðasta. Ok. Þá skal ég kannski tala bara já ok, það er hvort er þetta næst. Og ég er búinn að, já, þetta er svo sem ekki merkileg syntax. Þetta er til þess að hérna bara segja, ég ætla að endurtaka þetta regex annarkvort akkurat m sinnum eða þetta á að vera, þú veist, m upp í n sinnum. Og við getum hvort þið tákna þetta með spurningamerkjum. Ég vil nota eiginlega þetta aldrei. En já, þá er það næst hotklófin. Ég ætla að sýna ykkur aðra leið til þess að gera þetta hér. En fyrst ætla ég að tala betur hotklófin sem ég sýndi ykkur hérna. Hotklófi virkar þannig í regex, þess vegna þurfti ég að escape hann hérna í þessu regexi, er að hann hefur sérstaka merkingu. Hann táknar mengi. Og mengi getur annars vegar verið á tvo vegu. Segjum hérna bara search, segjum. Annars vegar sett bara inn tölunar í mengið sem að ég vil fá. Þú veist, ég vil segja, ég ætla að matcha hérna I og P og eð og 1 og gráðumerkið og típuna. Og þú veist, spurningamerki, eitthvað svolítið. Mér langar að matcha þessi tákn eitthvað stærri í streng, bara eitthvað af þessum. Þannig að ef ég er með eitthvað hefðbundinn strengina, ASDF er hefðbundinn strengur, þá gerist ekki neitt, en ef ég set spurningamerki inn í hann, þá finnur það það. Ef ég set pípu inn í strengin, þá finnur það. Ef ég set gráðumerki inn í strengin, þá finnur það. Ok. Svo til önnur variation á mengi, þar sem ég gef eitthvað range. Af því að það er rosalega þreytandi, þú veist, ef ég ætla að segja, já, mér vantar hérna allar tölunar. Alla tölustafina, eða mér vantar alla lágstafina, þú veist, litla A upp í litla seta, eða mér vantar alla hástafina, stóra A upp í stóra seta. Þá getum við gefið mengjum svona range og sagt, ok, ég vil fá, þú veist, alla litlu stafina, eða ég vil fá, þú veist, A upp í D. Ég vil fá alla litlu stafina frá A upp í D. Þá virkar það, eða þú veist, frá C upp í K eitthvað svoleiðis. Og þetta virkar líka með tölur. Ég vil fá allar tölurnar frá 0 upp í 9. Það er það sem við sáum áðan. Og við getum líka sameinað, þú veist. Ég vil fá allar tölurnar frá 0 upp í 9 og ég vil fá C upp í D. Ok, C upp í K. Og ég vil líka frá stóra A upp í stóra T. Þetta er alltaf leið. Þetta er límt saman. Það er engar, þú veist, kommur á milli hluta í mengja eitthvað neitt svoleiðis. Því að þá match ég actually physical kommu. Þú veist, ég bara seti hlutina einn og einn. En ókostunum við þetta við mengi er að það er bara hægt að setja inn streng af lengd 1. Þú veist, þetta er bara mengi af karakterum. Því að þú veist, þið get ekki fengið hérna, ég ætla að leita á AB eða AC eða AT. Þá þurfum við að nota annan syntax. Já, það er akkurat það sem ég er að gera á. Þá ekkert gerir svona 0-9 plus. Þá segir það, þú veist, taktu regex sem er vinstra megin við mig, sem er 0-9, sem segir hvaða tala sem er, og svo segir plus, sem segir einu sinni eða oftar. Þannig að ég, þú veist, séu hvort að ég get hérna fundið eitthvað integer inn í einhverjum streng. En já, það sem ég ástæðan fyrir að tala um mengi líka er að ég geti líka nota mengi í staðin fyrir þessa non-greedy gaura. Í staðin fyrir, munið hérna áðan, find all
punktur stjarna, fann hann bara allt frá fyrsta hotklófa upp síðasta hotklófa. Þið getur líka sagt, já, þetta er spes syntax á mengi sem að segir, ef þið setjið hattinn fremst í mengið, þá þýðir það komplementa menginu, sem þýðir allt nema þetta sem inn í menginu. Þannig að ef ég hef sett hérna komplement af IP-eð 1 gráðumerki í pípa spurningamerki, þá þýðir það að ég vil fá allt nema þetta hérna. Þá til dæmis matcha hana bara A-ið. Ef ég segi hérna, ég vil fá allt nema lágstafi, þá þannig ekki matcha neitt. Þannig að ef ég hef bætt við hérna hástaf hérna aftast, eða eitthvað staðar, þá matcha hann. Hann er ekki hluta af menginu. Þannig að við getum tekið komplementa mengi og við getum notað það þegar við erum með svona non-greedy match, af því að við viljum ekki rauninni ekki, punktur stjarna er svolítið mikið að segja hérna, við viljum rauninni segja, ég vil matcha allt sem er ekki hotklófa lokast, eða ekki? Já, þá reyndar já já, hérna komum við þetta smá bump in the road þetta er eins og við segjum að segja mengið já, fyrir ekki, nei, þetta er alveg, það vantaði bara stjörnuna hérna, já, ok. Þessi set syntax í Regex er nefnilega alveg pínu gáfaður. Þannig að hérna, jafnvel, þú veist, hann fattar það að hér er hotklófa opnast, svo segjum við honum hérna, þú veist, ég vil fá allt nema hotklófi lokast og svo lokum við hotklófanum sem opnar mengið. Og Regex átti sig á því að eina leiðin til að parsa þetta er akkurat eins og við myndum það. Þess að við erum með mengi og við erum með komplementið af menginu sem inniheldur bara hotklófa lokast. Þannig að hérna segjum við, ég vil fá alla hotklófa sem eru þessir hér. Þetta er matchar physical hotklófa, þetta er ekki búið til mengi, sem og inni þeim á að vera hvað sem er svo lengi sem það er ekki hotklófa lokast. Og sjá, þá þarf ég ekki að nota spurningamerki á stjörnuna. Þá get ég bara að nota stjörnuna beint. Og ef ég vil fá alla ekki tóma hotklófa, þá bara breyti ég þessi plus. Ok, er ég ekki að... Jú, við höfum bara eitt svona algengt eftir. Nei, tvennt, fyrir ekki. Pípan er svolítið sérstök. Nei, það er ekkert sérstök til hana. Pípan er bara or. Þannig að ef við talaðum á þann, munið að ef mér langar að matcha hérna, ok, ég vil fá AB, AT eða AQ, eitthvað slúðis. Ég ætla að finna það í streng. Vinsonalst ekki gera það þetta. Af því að, hvað þýðir þetta? Já, þetta þýðir rauninni bara að ég er að leita að annarkvæmst A, T, P, Q eða kommu. Þannig að ef ég leita þarna þá finnur hann bara A. Af því að ég bjó bara til mengi A og það skiptir einhver máli hversu oft við setjum hluti inn í mengi, þú veist, þetta er bara eins og hefðbundið mengi að það er bara að tekið einu sinni. Þannig að please ekki gera þetta og ekki nota kommu, ég sé oft segja þetta, ekki nota kommu inn í mengi. Þú veist, komma þýðir bara komma. Karakter eru bara karakterir inn í mengi. Já, bæðu við, við þurfum ekki að skeipa neina karaktera inn í mengi. Þú veist, punktur þýðir bara punktur inn í mengi. Spurningamerki þýðir bara stjarna, já, stjarna þýðir bara stjarna. Bandstrik þýðir bara, já, þetta er góð spurning. Ja. Bandstrik þýðir bara bandstrik inn í mengi ef það er fremst.
ef það einhvers staðar annars staðar, eða hugsanlega aftast, ég ekki viss. Já, má greinlega vera aftast líka. En ef þið setjið á milli einhverja, þá kvartar hann yfir að það sé ekki rétt range. Þannig að hann kann ekki að fá range frá spurningamerki upp í stjörnu. En fremst og aftast getur við nota þýðir bandstrik, bara bandstrik líka. En já, ef við viljum fá allt, þú veist, alla þessa strengi, A, B, hvað var það? Eitthvað, A, T, A, P, A, Q, þá verður það að nota þennan OR syntax. Þannig að þá vil ég segja, ég ætla að matcha þetta reðgegn, svona A, T, svo verður það að segja eða A, P, eða A, Q. Þetta það sem við viljum á það. Það matcha hann það ekki. Leður bætum við AT fremst, eða AP, eða AQ, þá finnur hann það. Get ég haft og á milli? Já, og á milli er default, þá skeytur við þeim saman. Já, og skópið á þessu hérna OR-dóti er bara að það matchar upp að þess að ef þið eru áttu ykkur á því sko hvað OR-ast saman eða hvernig það gerist, þá er það bara á hérna milli OR, þú veist, hann reynir að matcha AT, svo lesir hann þetta OR og það sagt, næsta regex gildir fram að næsta OR-i. Ekki vori heldur OR-i. En já, sem að náttúrulega gera það, ef ég vil segja hérna ef ég vil samt segja að það sé eitthvað fyrir aftan hérna, ég er að leita AT bla og AP bla og AQ bla. Hefur þetta geta gert það allt öðru sig, en segjum að þetta sé eitthvað það sem við veljum, þá sjáum við það rosalega leiðin að þetta þurfa að endur taka bla á alla staðina. En þá kemur þetta til bjargar, þessi svíi, og hann virkar bara eins og venjulegur svíi í stærðfræði. Þannig að við getum verið svona tekið út fyrir sviga. Þannig að ef ég vil fá streng sem að byrja annarkvort á AP, AQ eða AT og inniheldur svo bla, þá getum við gert það svona. Reynir að fyrst að matcha það sem er inn í sviganum og svo matcha hann bla á eftir. Þannig að ef ég segi hérna AQ bla, þá virkar það, eða AT bla, þá finnur hann það. Já, það er samt eitt sem við ættum kannski að tónuna. Þessi svígar eru samt aðeins öflugur en það að vera svona eins og stærðfræðisvígar, að skipta niður. Af því að þeir búa til það sem heitir grúp líka. Og hvað þýðir það? Já, segjum svo að ég sé með eitthvað form. Ég er að reyna að parsa eitthvað form sem ég er með, þannig að eftir ég veit, sko, það kemur nafn. Já, eitt sem minnast á líka. Það eru til ákveðin svona fórskipuð mengi. Það er að segja, þú veist, stundum nennum við ekki að segja, þú veist, ok, ég vil matcha hérna annarkvort lítinn staf, ef ég er með hotklóa. Mjög sjaldan sem við nennum að gera hérna, já, ég vil matcha annarkvort, þú veist, litla stafi eða stóra stafi eða allar tölunar. Það er til svona ákveðin svona fórskipuð mengi, eða það er búið að búa til mengi fyrir okkur. Eitt af þessum mengjum sem að mjög nota mikið er /S. Þetta þýðir öll whitespace, þetta þýðir new line eða tab eða bil. Þannig að þú veist, ef ég veit að það getur komið eitthvað bil og eftir einhverju eins ofta ég vil, þá getur ég sagt bara /S stjarna.
Ok, hérna kemur eitthvað dót og svo kemur eitthvað bil eins og oft þau vil. Auðvitað 2 er svona word karakter sem þýðir basically þetta regeg sem ég verið að gera áðan nema að hafa niðurstrykk líka. Þetta er basically allt sem þarf til þess að allir karakterar sem eru leyfilegir í C++ breytunöfnum og reyndar í fleiri forritunarmálum. Og svo er enda B er eitthvað sem er mjög krúttlegt að nota. Það er regeg sem matchar tómastrengin alveg eins og hatturinn á dollarinn nema hann matchar svona word border. Þannig að ef þau eru að leita að einhverju orði í streng, word border er sem sagt, já, er rauninni transitionið á milli *2 og *2 sem er komplementið af *2. Það er að segja, ef hann sér eitthvað word karakter eitthvað sliðis og svo hættir að sjá word karakter, sér bil eða sér stjörnu eitthvað sliðis, þá þýðir það border. Þannig að þetta þýðir bara svona border á orði. Skoðum til dæmis, ef ég er að leita orðinu Python, þá get ég gert það svona. Ekki Python, segjum hérna segjum ég ætla að leita orðinu stand og segjum við séum eitthvað hérna rosalega fína setningur og í henni stendur stand. Það matchar það orðið stand. Eins og gefur að skilja. En ef að ég segi hérna, ok, breytum þessu þannig að þetta er ekki word border, þú veist, þetta finnur ennþá stand, allt í góðu. En ef setningin mín heldur understand, þá finnur hann ennþá stand. En ef ég bæti þessu word border, þá finnur hann það ekki. Því að á undan S-inu hérna í stand er R, sem þýðir að það er ekki word border. Til þess að það sé word border þarf að vera eitthvað annað en bókstafur eða tölustafur fyrir framan strengir sem ég byrja á. Þannig að þetta getur oft komið að góðum notum. Já, svo til komplement af öllum þessum mengjum, það er að segja af S til stóra S, það er að matchar allt sem er ekki bil og það er líka til stórt 2 sem matchar allt sem er ekki karakter. Það er að segja ekki word karakter. En já, segjum svo að ég sé að matcha eitthvað hérna, það er eitthvað form sem ég ætla að skrifa og það er hérna eitthvað name og age, eitthvað sliðis, segjum það. Og nafn og aldur getur verið hvað sem er. Þá getur við sagt hérna, já ok, eftir name getur komið hvaða bil sem er eins og oft að við viljum. Segjum að þetta sé eitthvað sem að ykkur var að fylla inn í. Svo vil ég reyna að grípa nafnið og við segjum bara að nafnið er allt þangað til við náum þessu age hérna á eftir. Þannig að þá getur sagt hérna punkturstjarna og svo er einhvers konar bil á milli nafnsins og age, það getur einhvern veginn new line, það getur verið fyrst fullt af bilum eða tap eða eitthvað og svo kemur einhver aldur og segjum að það er *d sem er, já, það var ekki hérna í listanum. Jú, það var hérna. Þess að þetta *d er bara þetta 0-9 sem ég sýndi ykkur aðan. Við getum sagt *d plus og ég vil segja s stjarna því að þá getur sett eins mikið af bilum fyrir aftan á fram. Ok. Þannig að ef ég með eitthvað svona form sem segir hérna sem ykkur er búin að fylla inn í hérna name ég ætti að name þinn third og age er 12. Það gerði ég. Já, vantar 7. Svona.
Þá finnur hann ekki neitt. Já, ok, S matchar ekki New Line. Ok, þannig að ímyndum okkur að þetta sé strengurinn okkar. Þá sjáum við að hann matchar þetta sem við viljum. En við höfum samt ekki áhuga á þessu name 2.1 og age 2. eitthvað. Við viljum bara okkur alveg saman það. Við höfum aðal áhuga á nafninu og aldrinu. En við getum ekki sótt það sérstaklega. Nema að við gerum eitt sniðugt. Inn í regexið getum við sett sviga utan það sem er áhugavert fyrir okkur. Þannig ég get sagt hérna það sem er, ég hef áhuga á því sem kemur hérna á milli name og age, fyrir utan bílinn. Og ég hef áhuga á aldrinum, og það setjum ég sviga utan það. Það skiptir engu máli. Þið sjáu enga mun hérna, en ef við skoðum að þessi match object hérna, segja m.group, sko, ef við skoðum m.group þá sýnar hann einhver allt sem að matchaði. En ef við gefum grúp einhverja tölu eins og 1, þá sýnir hann einhver fyrstu grúpuna. Og grúpunar eru bara númeraðar í þeirri röð sem hann koma fyrir. Þannig að þetta er grúpa nr. 1 og þetta er grúpa nr. 2. Og þannig að við getum fengið nafni með þessu og aldurum með þessu hérna. Og minnum við að setja til eitthvað fatt sem heitir groups til að sýna ykkur allar grúpunar. Þetta er eitthvað sem við notum slakta. Hver er munurinn á punkt og stjarna og plús? Stjarna þýðir 0 sinnum eða aftar, plúsin þýðir 1 sinnum eða aftar, sem þýðir að við getum sett, nei, bara akkurat það sem ég sagði ekki, það þýðir 0 sinnum eða aftar. Þýðir að ég geti sett tómanafni hérna. Þá er þess að nafnið tómt en aldurinn er 12, en ég get ekki sett tóma aldurinn. Ég get ekki sagt hérna ekkert age, það matchar hann ekki. Það verður að vera einhver tala hana. Og þetta er D+. Þetta verður eðlilegt náttúrulega að hafa eðlilegt að hafa nafni þurfa að vera að minnst okkur eitt staður. En já. Þá skulum við skoða þessi föll sem við eigum hérna í R-módulnum. Compile. Compile er reyndar eitthvað sem ég nota mjög mikið. Þannig að ef ég var að gera þetta venjulega, þú veist, ég ætla að leita að þessu nafni og aldrei eitthvað slegist, þá myndi ég segja hérna r.compile. Þetta compile regex, þegar þau eru smíðuð, þá hérna, þegar þau eru compiluð, þá er búin til eitthvað stöðuvél úr þeim, sem er miklu öflugri heldur en að vera að skoða eitthvað strengi. Þannig að það er það sem þetta r.compile gerir. Þannig að þetta getur sparað okkur smá tíma ef við erum að nota eitthvað regex mjög oft í einhverju forriti. Ef við ætlum bara að nota það einu sinni eða það er eitthvað mjög einfalt regex, þá er þetta allt í lagi að nota bara þetta bein. En ef annars skulum við nota r.compile. Þannig að þá getum við gefið því regexuð okkar. Sagt bara hérna name, age, flugs. Og þá getum við notað þetta name age fyrirbæri sem er bara ég veit ekki hvað þetta er SR pattern en kannski þá getum við í staðin fyrir að segja hérna R search, já við getum ekki sett þetta svona líka name age já, það er aldurinn. Við getum gert þetta svona en það er líka til einfaldari syntax, við getum líka bara sagt
name, age og search og þá getum við sleppt þessu hérna inn. Bara beðið regex að searcha. Þá komið search sem sagt fall á þetta fyrirbæri og það virkar eins. Við eyðum ekki út sviganum á í mildtíðinni. Þetta það sama. Já, svo það flöggin. Þið sjáu hérna að ég get kompælað með ákveðnum flöggum. Og skulum kannski taka, já, ignore case getur til þess verið ágætis flagg til að segja. Ef við segjum stórt A í regexi þá þýðir það stórt A í strengnum. En ef við viljum bara ignore case, segjum við viljum matcha alveg sama þótt það sé hástæður og lágstæður, þá getum við gefið það fall inn í þegar við erum að compila. Þannig að við segjum hérna rr compile ASDF og segjum hérna rr.i eða ignore case. Það skiptir ekki máli. Þetta það sama hérna. rr.i og rr.ignore case sama fyrirbæri. Segjum bara rr.i. Ef við segjum núna ignored search ASDF, þá nefnilega fáum við því að það ekki háið search. Þetta tekniska útgáfan af search. Ok, þannig að þið sjáu þarna, nú matcha hann ASDF eins og við erum að búast, en ef við setjum stórt A og stórt D, þá matcha hann líka núna. En ef við höfum ekki kompilað þetta regex með ignore, þá hefði hann matchað, þetta hérna, en hann hefði ekki matchað þetta hér. Því að þetta er náttúrulega á að matcha nákvæmlega eins. Þú veist, A matcha bara sjálfan sig. Svo það þetta tvennt sem ég nota stundum. Multiline er mjög þægilegt að við vitum að gögnun okkar eru í mörgum línum. Við erum að fara að fá margar línur af einhverjum gögnum. Og þá matchar þessi gaur hérna upp af strengsins. Þess að upp af hverja línu en ekki bara upp af all strengsins eins og venjulega. Dot all eða S segir að punktur sé líka newline. Þannig að segjum ef við varum með strengin hérna ef við ætlum að segja ég vil fá allt sem innan slaufhúsu. Þannig að ég fór slaufhúsu í ok, þá bara hotklófi eins og hann, hotklófi og svo segi ég hérna punktur, stjarna, spurningamerki, annar hotklófi. Ef ég leitum að breyst svona search það mér svona multiline strengur sett hotklófa og loka hotklófa hérna eitthvað matcha hann eða ekki. Ég er ekki viss ef ég segi hérna ef ég nota hinn syntaxin sem við erum með áðan hérna. Ok, hann matchar þetta actually. Þannig að hitt virkaði þannig. Af því að komplementið þýðir bókstaflega allt nema hotklófi lokast. En ef við viljum fá þennan punktur stjarnasyntax til þess að virka þá þurfum við að kompæla þetta með re.dot all sem þýðir punkturinn þýðir allt en ekki bara allt nema newline. Og þá matchar hann það. Ok, þannig að við erum búin að sjá search og match og svo full match sem er nýtt. Svo split alveg fáránlega þægilegt. Tökum sem dæmi, ég var að fara í gagnasímaprófi í gær fyrir dag. Og ég bað fólk að svara einhverju spurningum með því að segja, þú veist, það átti að gefa ykkur strengi af lengd 3, segjum ABC, ADE,
að sé eitthvað dót og þá áttu að vera bil á milli. Ég baði eitt bil á milli. Nema að það oftast ekki hlustað það sem það segir, þannig að sumir settu hérna kommur á milli og já, það reyndar var nú ekkert mikið alveg en það. Það voru sumir sem settu kommur líka aukalega á milli. Ekki þið samt, sorry. Þannig að kallum þetta ans. Það einhverjir sem svöruðu svona. Hérna. Og svo voru einhverjir sem svöruðu með komma á milli, stundum ekki komma, það mjög þægilegt líka. Og einhverjir sem svöruðu alltaf með kommu og segjum að einhverjir hefðu sett líka hvað eðlilegt að maður setja á milli strengja. Bandstrygg, það hljómar vel. Sem einhver hafi sett sko ekki bil heldur, bara kommu og já, þetta fínt. Ég ætla að parsa þetta hérna á dót. Reynið þetta hér, þá náttúrulega virkar þetta svona næstu því. Nema að þú veist, ég fæ kommu inn í strengina sem ekki á ekki að vera hlutað eitthvað slöðstótt. Og þá getum við snúið okkur á regex, sem að ég mitt gerði. Þá getum við sagt hérna, ok, compile, nú vil ég, þú veist, bara compile streng sem að ég vil splitta á. Og ég segi, ok, ég vil splitta á hvaða whitespace sem by the way, þið getið sett mengin þannig að þessi skrýtnu öfuskástrík 2.8 öfuskástrík hérna S og allt þetta dót inn í annar mengi. Þannig að ef ég segi, ég vil fá whitespace og eitthvað aukala, þá getið bara gert það svona. Ég vil splitta á öllum whitespaceum og ég vil splitta á kommu og bandstriki. Ég fremst komma á svo öllum whitespaceum og eins oft og ég hitti þau. Já, að minnsta kosti einu sinni, eitthvað af þessu. Já. Við segjum compile. Við þetta bara splitter, splinter, fyrir það sem að hóruðu á Turtle sem ég á þetta. Sem að verið þetta hafa verið 1. Þannig að þá getum við sagt hérna, staðið fyrir x.split, þá segjum við splitter.split x. Voilà. Þá finnur hann bara allan eins langan streng og mögulegt sem inniheldur bil, bandstrik eða kommu og finnur það allstaðar í hérna strengnum og svo bara hendur hann því út og splittar strengnum eftir hvað hann finnur það. Cool. Find all sýndi ykkur án það og find it þetta svona mjög náskild fyrir bara find all sem bara skilur okkur túplu eða lista, mann ekki alveg. Svo skoðum bara þetta hérna. Skilur okkur lista af öllum matchum sem hann fann. Og reyndar, það sem ógeðslega þægilegt í find all að ef við erum með grúppur, segjum að ég hef verið með hérna, name, age, dótið og ég hef með fullt af einhverjum sem var að fylla það út, þá skilur hann mér bara túplum af þeim. Þess að hann skilur mér bara grúppunum, hann skilur mér ekki sullina á milli. Þannig að ef ég bara áhuga á AS-inu og F-inu, þá skilur hann mér bara túplum af þeim og ignorar allt sem ég sett ekki inn í sviga. Bæðu, ef þið samt viljið fá virknina sem að svín með
án þess samt að búa til grúp sem væri til dæmis óhent út í þessu, ef þú vildi vera bara að hópa saman, þú veist, ég vil að strengurinn byrja á AT eða AQ og svo enda á einhverju öðru, eða þú veist, strengurinn byrja á AP eða CE eitthvað leiðis, en þið viljið samt ekki fá það, þú veist, trýta það sem eitthvað sérstakann hlut, þú veist, segjum að ég myndi ykkur að strengirnir getur byrjað annarkvort á AS eða LI, þá getur þið sagt hérna AS eða LI F, en það fáið bara fyrirgörn, þú veist, það fáið bara það sem er í grúppunni, sem er gett pirrandi. En það er til fyrirbæri sem heitir non-matching group og þá setjið ég bara spurningamerki fremst í svigan. Þetta þýðir sem sagt, hefðu það bara eins og svíi, nei, hefðu það bara eins og svona venjulegu svíi. Eða þú veist, eitthvað annað, hvað gerir ég? Unknown extension. Það var 10 punktur eftir það ekki. Já, 10 punktur, sorry, glemdi 10 punkturum. Og hefðu hann bara segja eins og venjulegu svíi. Já, var eitthvað að lifta pönd. Þannig að það er find all, find iter er eiginlega alveg eins og find all eins og við sáum það nema hann bara skilar match objectum. Þannig að hann bara lappar í gegnum allan strengin og skilar okkur match objectum. Þannig að þið getið ímyndað okkur find all er rauninni bara eins og find iter þar sem er búið að kalla á groups fyrir okkur. Match object er það sem við erum búin að sjá hérna alls þar. Þessi hérna ykkur er match object. Þess að þú getur fengið sko hvar hann fann það í strengnum, hvaða streng hann matchaði sjálfur og svo framvegis. Svo, já, það er til escape, þetta er mjög þægilegt ef þú þurfa að smíða regex, ef þú þurfa að fá eitthvað input frá notanda og þurfa að smíða regex fyrir hann, þá er til svona escape-gaur. Sem þýðir þess að, já, ef við segjum bara hérna escape, við segjum punktur, stjarna, hotgrófi eitthvað sliðis, þá escape hann það fyrir okkur, setur öfugskástrík á undan. Þannig að, þú veist, ef við ætla að setja síðan streng frá notandi inn í regex til þess að sjóða saman eitthvað, þá er þetta mjög þægilegt að vita. Það síðast sem ég ætla að tala er sub. Og ef þið ætla að nota þetta fall, þá er náttúrulega nauðsynlegt að regex ykkar heitir super. Super sub er svona eins og sub. Það er eitt krát. Já, sub er ógeðslega þægilegt. Það er fyrirbæri sem getur skipt út hlutum fyrir mann. Þannig að segjum hérna að ég sé með þetta form hérna segjum þetta hérna form og ég ætla að fylla inn í það sjálfkrafa. Þetta form það er hérna name er rétt og eitthvað dót og age er rétt og eitthvað. Og já, við skulum ímynda okkur kannski að séu einhverjir placeholderar hérna eins og bara segjum eitthvað svona. Séu einhverjir placeholderar bara til að segja hérna kemur nafnið og hérna kemur aldurinn. Einfalda formið á sub er, það getur sagt hérna r.sub, name fyrir nafn, einhverjulegs, ef við ætlum að íslenska þetta form. Það getur sagt, segja hérna, setja fyrst pattern, svo það sem við ætlaði að replacea og svo strengin sem við ætlaði að replacea í.
Voilà. Þá erum við búin að skipta út name fyrir nafn. En þetta ekki alltaf það sem við viljum, eða það að segja hvað skal ég segja, þetta ekki endilega það sem við viljum alltaf, að þú veist, stundum viljum þetta bara skipta út einhverjum ákveðnum strengjum fyrir einhverja aðra ákveðna strengi, ekkert mál. En stundum viljum við já, ok, segjum við ég ætlum að fylla inn í formið, þannig að ég segi ok, ég ætla að skipta út name típunktur. Þú getur sagt bara punktustjarna af því að punktustjarna leita bara út línuna. Af því að veit að name í sér línu. Þú getur sagt bara name punktustjarna. Right? Þá getur skiptið út fyrir, hvað veist, name son og ætlum að setja svonans, name son 4. Inn í form. Hvað heldur það að gerast núna? Já, akkurat, name hverfur. Svona. Það var name hvarf. Þannig að við þurfum þá að segja hérna, ok, þá bæta við hérna, ok, name típunktur þetta hér og þá fáum við það sem við vildum. En þetta eitthvað sem við skulum forðast, af því að það alveg yfirgnæfandi líkur á því að við skrifum eitthvað vitlaust. Hérna, þú veist, þegar við erum að endurtaka name hérna, og svo annað, ef við ætlum að segja, ok, ég ætla að höndla bæði það sem er íslenskt og enskt form, þannig að ég segja, ok, name eða nafn, þá getum við ekki skipt svona út. En þá koma groups aftur til sögunar. Því að þið sjá að ég pakkaði þennan name eða nafn inn í sér grúppu og það stæla við sub er að ég get hérna sótt nafnið á þessum grúppum. Þannig að hérna vil ég taka það sem var inn í fyrstu grúppunni og endur taka það inn í substitute strengi minna, ekki? Þá getur sagt bara /1. Nei, hvað er ekki það? Sjá. Þá getur sagt /1 og sækir hann það sem var í grúppu nummer 1. Já, æ. Já, sorry, þá skulum við típunktin þá inn í hérna. Sjáu þið þetta. Og það sem er meira að segja ennþá meira töff við subfallið er að það getur tekið, það þarf ekki einu svona að taka við streng hérna sem replacement, hann getur tekið við falli. Þetta fall tekur inn match objective af því sem að það fannst eitthvað, hann tekur inn match objective frá því að matcha þetta hérna við strengin og við getum skila hvaða streng sem er. Segjum svo að við viljum, ok, við viljum hérna matcha allar tölur og hækka þær með. Við erum eitthvað streng. Þú veist hérna. Svona streng og við viljum bara hækka allar tölunar með. Við getum ekki gert það með regex. Þú veist af því að regex veit ekkert hvað tala er. En við getum búið til fall sem að segir bara hérna def bara matcher
Tekurinn M, incrementer, tekurinn match, þá getum við sagt bara return str. Þannig að ætlum að breyta tölun, matchinu sem var inn í, sem matchaði integerin í integer, leggja á 1 og breyta aftur í streng. M.group gefur okkur allt matchið. Ef við setjum enga tölu inn í minu þá er það bara allt matchið. Ég ætla að breyta því í integer, leggja 1 við og breyta það síðan aftur í streng. Af því að replacementið þarf alltaf að vera strengur. Við getum ekki gefið eitthvað annað en streng til þess að replacea inn í streng. Þannig að þá getum við sagt array.sub e plus, ég ætla að replacea all digit, alla integera bara, með incrementer inn í number string. Búið að hækka allar tölunar með. Ok. Og já, hérna er meira um match object, hérna segir að það er group og groups, svo er þetta til group dict líka og svo start og end til þess að sjá hvað það byrjar og endar. Og já, hérna eru fullt af dæmum sem þið getið lesið ykkur til. En, hvað var þetta? Já, tokenizerinn, ok. Já, fyrir þá sem eiga eftir að fara í forritunarmál, þá er eiginlega bara búið að útfara tokenizer hérna fyrir ykkur. Þið þurfum einmitt að gera í forritunarmálum. Þannig að bara, þið skemmtið ykkur þar. Eða þeir sem eru búin með forritunarmál, greiðið þið. Já, ég held að þetta sé samt komið nóg regular expressions. Já. Jú, akkurat. Nema, ég er að breyta því fyrst í integer. M.group, eða með, þú veist, hún segir hérna search, þá fyrir svona match object, þú segir m.group, þá fyrir akkurat það sem hann matchaði. Þannig er þetta líka hérna. All right. Þá þarf ég að segja, þú veist, find all eða find iter. Eða alla. Search, leita bara frá fyrsta. Ok. Allir sáttir. Allir ekki að fara að regex á fullu núna. Hafa ekki áhugur, ég mun tala meira um regex á eftir.